Stebbi, erfiður fyrri hálfleikur, voru komin langt undir og komu svo tilbaka en það dugði ekki til. Nei, það dugði ekki alveg til. Við sýndum hérna, mér finnst að sýna frábæran karakter í leiknum og við áttum mjög erfitt uppdráttar þar í fyrri hálfleik, sérstaklega náttúrulega varnarlega. Mér finnst að koma að spila frábær sóknarleik í fyrri hálfleik en hérna við bara náðum ekki að stoppa á og hérna það var svona, já, það vantaði mikið upp á varnarleik. Ég var mjög ánægður hvernig við komum inn í leikinn varnarleik í seinni hálfleik og náðum að í rauninni jafna leikinn, fórum ítrekka illa með stöður til að komast yfir þegar við bæði vorum í yfirtölu og kastið yfir völlinn og svona. Þannig að við nýttum ekki alveg möguleikana og IBVF allt í einu komnir 5 yfir þegar við vorum búin að sénsa á að vera algjörlega búin að taka leikinn. En þá sýndum við bara frábæran karakter og mér fannst við mjög sterkir að koma tilbaka. Áttum góðan séns á að fá allan 1 stig út úr þessu en síðan bara það dugði ekki alveg til en til að spila, til að vinna IBVF, jafn sterkt lið og IBVF, þá þarf það að nýta allt hitt og það var svona, við klikkuðum aðeins á mörgum atriðum í dag til þess að vinna svona lið. Það kemur ungur markmaðurinn fyrir Petar Jokanovic sem á í raun stórleik. Það vanmat af hálfu leikmanna? Nei, það gerist oft þegar menn koma óvænt inn, stundum þetta er á leiki að okkar menn kannski eitthvað og hugsa þetta að vera búið að skipta markmann í staðinn fyrir bara að taka sín skot en bara tek það ekki á honum, hann átti bara frábær innkomu og skipti sköpum fyrir þá. Takk fyrir þetta, Stebbi. Ekkert mál.